Gjaldþrot fyrirtækja í eigu hjónanna Jóhanns Stefánssonar og Katrínar Óskar Ómarsdóttur. Á undanförnum árum hefur veitingageirinn á Akureyri orðið fyrir áföllum vegna gjaldþrota fyrirtækja í eigu hjónanna Jóhanns Stefánssonar og Katrínar Óskar Ómarsdóttur. Saman ráku þau veitingastaði undir merkjum þekktra keðja eins og Hamborgarafabrikkunnar, Lemon og Black Box. Þessi gjaldþrot hafa haft veruleg áhrif á nærsamfélagið og vakið athygli vegna umfangs þeirra. Tvö einkahlutafélög, Norðursteik og Kóska sem voru í eigu hjónanna, voru úrskurði gjaldþrota 14. Júní 2023. Lýstar kröfur í þessi þrotabú námu samanlagt yfir 120 milljónum króna en ekkert fékkst upp í þær. Norðursteik stóð fyrir rekstri Hamborgarafabrikkunnar á Akureyri en Kóska e.h. rak veitingastað undir merkjum Lemon. Árið 2022 keyptu Jóhann og Katrín ásamt Erlingi Erni Óðinssyni rekstur salatsjoppunnar sem síðar var nefnd Kviki. Þann 14. Júní 2023 var salatsjoppan e.h. úrskurði gjaldþrota sama dag og fyrrnefnd félög. Lýstar kröfur í þrotabúi námu tæplega 30 milljónum króna en ekkert fékkst upp í þær. Þessi gjaldþrot hafa haft veruleg áhrif á nærsamfélagið á Akureyri. Starfsfólk þessara veitingastaða missti störf sín og byrgjar sátu eftir með ógreiddar kröfur. Áhrifin ná einnig til ímyndar veitingageirans á svæðinu, þar sem traust og stöðugleiki eru lykilatriði fyrir vöxt og þróun greinarinnar. Samkvæmt upplýsingum úr ársreikningum höfðu þessi félög átt í fjárhagslegum erfiðleikum áður en þau voru úrskurði gjaldþrota. Til dæmis var eigið fyrir Kósku neikvætt 10 milljónir króna árið 2021. Þetta bendir til að fjárhagsstaða félaganna hafi verið veik tíma áður en til gjaldþrots kom. Gjaldþrot þessara félaga undirstrika mikilvægi þess að fyrirtæki í veitingageiranum hafi treysta fjárhagslega stöðu og ábyrga rekstrarstjórn. Þetta er nauðsynlegt til að tryggja stöðuleika og traust í greininni sem er mikilvægur þáttur í atvinnulífi Akureyrar. Þrátt fyrir þessi áföll hefur veitingageirinn á Akureyri sýnt seiglu og aðlögunarhæfni. Ný fyrirtæki hafa sprottið upp og staðið sig vel sem gefur von bjarta framtíð fyrir matarmenningu bæjarins. Það er mikilvægt að læra af þessum atvikum til að styrkja rekstrarumhverfi veitingastaða og stuðla að sjálfbærni þeirra til lengri tíma litið.